Nú skulum við búa til formúlu fyrir rúmfræðilegu röðinni. Það er að segja, hérna höfum við G fyrir Geometric Series og við skulum láta K hlaupa frá 0 og upp í N. Hér er R í veldinu K, þannig að stundum setjum við R hér til þess að sjá hvað við setjum inn í röðina og við ætlum að búa til lokaform fyrir þessa formúlu og það verður að vera svona: 1 mínus R í veldinu N plus 1 deilt með 1 mínus R. Og við skulum sýna að þetta gerist og það er gert með að reyna að smíða kíkisraðir. Við höfum að Gn, við vitum að hún tekur inn R og við ætlum að byrja að telja í 0 og förum upp í N og við höfum alltaf að hefja K í æhærra veldi. Séu hvað þetta er náttúrulega R í 0 plus R í fyrsta plus R í öðru og alltaf leið upp í R í enda. Hvað ef við reynum að smíða kíkisröð úr þessu? Þá getum við nú kannski prófa á þessa hugmynd að margfalda hreinlega með R-inu. R-ið er kallað hlutfallsfasti. Sem sagt, R-ið er hlutfallsfasti. Ef við höfum bara einhverja röð og liðurinn er heita AK og hér erum við einhverju teljara annarkot frá 1 eða telja frá 0 eða hvað nú er, skiptir ekki öllu máli, en almennt gildir að röð er hlutfallsröð ef að hlutfall samlíkjandi liða er fast. Við höfum mismunaröð ef mismunurinn var fastur, þetta er þetta hlutfall. Og í hlutfallsröð er almenni liðurinn R í veldinu K plus 1 deilt með R í veldinu K. Og þá fáum við R í veldinu K plus 1 deilt með R í veldinu K, notum veldareglur og við fáum þá að R sem er eitthvað fasti, er gefið. Þá skulum við sjá hvað gerist. Ef við margföldum til dæmis þessa jöfnu, við getum bara númerið þetta, segjum þetta sé fyrst þess að við ætlum að gera og svo skulum búa okkur til, aðra jöfnu. Það er alveg jafngilt að segja allt í lagi, margföldum báðar hliðar síðustu jöfnu með R, Gn, og þá margföldum við hér með R og svo tökum við R-ið inn fyrir summu og fáum R í veldinu K plus 1. Þannig hér fáum við R, R í öðru, R í þriðja og alltaf leið upp í R í veldinu N plus 1. Þá getur okkur dott til hugar að finna mismun þessar tveggja raða. Til að skrifa út hvað þetta er. K byrjar í 0, fer upp í N, hér fáum við R í veldinu K plus 1. Svo spyrjum við, fáum við ekki kíkisröð ef við segjum bara röð 1 mínus röð 2. Það er að segja röð 1 mínus röð 2. Þetta er þá vinstri hliðin. Hægri hliðin verður þessi hérna mínus þessi. Liðvísarnir standast á, þannig að ég má skrifa K hleypur frá 0 upp í N, R í veldinu K mínus R í veldinu K plus 1. Svo ég beiti nú þessari sömu hugmynd. Fyrst látum við K vera 0, reiknum kannski bara út. Ef að K-ið er 0, þá fæ ég R í 0 mínus R í fyrsta. Þetta er ef að K-ið er 0. Næst er K-ið 1, þá fæ ég R í fyrsta mínus R í öðru. K-ið er 1. Svo er K-ið 2, þá fæ ég R í öðru mínus R í þriðja. Þetta er ef að K-ið er 2. Svona held ég áfram. Þá til K-ið er orðið N, þá fæ ég R í enda mínus R í veldinu N plus 1. Ef ég hefði nú skrifað alltaf með næst síðasta liðin í hlauparanum, þess að K N minus 1, þá sé ég að hvað gerist. Þess að þessir hérna hverfa, þessir hverfa og svo er hérna liður á undan, R í endan sem
hverfur og þessi r í mínus þrista hverfur á móti næsta lið sem kemur. Þannig því að ég reikna upp úr þessu þá fæ ég bara r í 0 sem er 1 og þeir hverfa allir þessi liðir, allir milli liðirnir. Og hérna fæ ég bara mínus r í veldinu n plus 1. Það er að segja, ef ég einbeiti mér núna vinstri hliðinni, þá er ég með 2 liði, það er sameiginlegur þáttur í báðum liðum, hann heiti gn, þannig ég get skrifað gn, tekið hann út fyrir sviga og eftir stendur 1 mínus r. Og ef r er ekki 1, þá má ég deila með 1 mínus r, þá er ég komið með formúluna. 1 mínus r í veldinu n plus 1 á móti 1 mínus r. Ég þarf að velta því fyrir mér hvað hefði gerst ef r-ið er 1. Nú búist að bakka. En þá var ég náttúrulega bara með jafnvægisröðun. Þetta væri bara 1 plus 1 plus 1 plus n. N sinnum, 1 plus 1 plus 1 n sinnum, n plus 1 sinni. Þetta er n plus 1 margir liðir, já. Þá var ég með n plus 1. Svoleiðis að það þarf ekki að hafa áhyggjur af því tilviki. Ef að r-ið er ekki 1, þá gildir þessi formúla alltaf. Og það er kannski bara ágætt að skrifa hana eins og hún er. Og hún kallar kannski á það að við fáum ramma. Þannig að þetta hér, r er hlutfallsfasti, hann er settur í síhækkandi veldi og við fáum þá formúluna 1 mínus r, horfum á síðasta liðvísi, þetta er n, eða hvað er það margir liðir? Það er kannski miklu eðlilegra. Þetta er n plus 1 margir liðir. N plus 1 deilt með 1 mínus r. Og skulum setja hann í ramma. Þessa formúlu þurfum við að kunna og við þurfum líka að velta fyrir okkur, við þurfum kannski að prófa að taka eitt dæmi. Hvað er til dæmis, að prófa eitthvað, tökum r jafnt og hvað til dæmis ef að við höfum með 2 í veldinu k og k byrjar í 0 og förum bara upp í 9. Þess að við erum að spyrja því hvað er 1 plus 2 plus 2 í öðru plus 2 í þriðja, alla leið upp í 2 í 9. En í sjálfu sér þurfum við ekki að reikna það allt saman út. Við getum notað ságjötuformúlu, en við sjáum reyndar að það má alveg setja hana fram á aðeins öðru formi. Þess að ef við margföldum hér í gegn með mínus 1 og hérna líka, þá megum við líka, og við sjáum að það er þægilegt ef að r-ið er stærri en 1, setja hana svona fram, r í veldinu n plus 1 mínus 1 deilt með r mínus 1. Þetta er alveg sami hluturinn, þetta er svipað að sjá með tangents, við erum með hlutföll. Við getum margfaldað með mínus 1 fyrir ofan neðan strikk og fáum alveg það sama. Þannig að við skulum skoða þetta hérna form. Þannig að formúlan segir ég setja 2 í næsta ósagða veldi sem er 10. 2 í 10. veldi, mínus 1, deilt með 2 mínus 1. Og 2 í 10. er ekki 1024, mínus 1, deilt með 1. Þannig þetta er 1023.